Næsti gestur og síðasti gesturinn í dag Svana Gunnarsdóttir hjá Frumtaki. Svana viðskiptafræðingur og með MBA-gráðu og hún stofnaði 3 fyrirtæki í Hollandi á 15 árum og starfaði sem forstjóri og fjármálastjóri hjá þeim á þeim tíma. Í dag starfar hún sem fjárfestingarstjóri hjá Frumtaki og hún situr í stjórn fjölda fyrirtækja og meðal annars Meninga og Sintamanni auk fjölda annarra fyrirtækja. Þetta varðandi dansinn, Ég hafði smá áhyggjur, Magnús hringir á undan mér. Ég sagði, já, og þá tekur það ábyggilega svolítinn tíma og svo heyrði ég með dansinn. Það fínt. Þannig að ég skal reyna að teygja lopan eins mikið og ég get, svo við fáum eins lítið af dansinum. En það sem fyrirsögn fyrir unga fjárfesta, það langar mig svolítið að taka þennan eignaflokk, nýsköpun, hvernig á að fjárfesta í honum. Magnús Ingi búinn að fara yfir hvað að skoða varðandi fjárfestingar, hvað áhugavert, hvað kitlar ykkur, hvað langar ykkur að gera. Þeir eru búin að finna fyrirtæki og hvað svo, hvað eigið að gera. Þannig að mér langar svolítið að fókus á það. Það kannski aðeins varðandi Frumtaka, því ég ætla ekki að ræða það neitt sérstaklega, en við áttum sölu 2008 og ég flutti heim 2008 og Frumtak 1 var þarna 2009 og það sem ég fannst áhugavert Frumtak að framkvæmdastjóri sjóðsins var einnig frumkvöðull og ég tel að það sé rosalega mikilvægt að sjóðstjóra sem að stýra fjárfestingu á þessu vaxtastigi hafi þessa tengingu við hvað að stofna að reka fyrirtæki. Þannig að mér fannst það mjög áhugavert og ég sló til og við fjárfestum í 14 fyrirtækjum á 6 árum og við vorum að loka sjóð númer 2 núna fyrir þessu ári fyrir 5 milljarða. Þannig að þeir eru núna lausir til að fjárfesta í áhugaverðum tækifærum. En þetta svona það sem að ég myndi vilja, þegar búin að finna fyrirtækið og hvað gerir þig? Hvernig á að verðmeta? Það ekki komin inn vara. Það ekkert vita hverju kúnnarnir eru. Það ekki eins og komið tekjumóti. Það komnir einhverjir founderar sem búin með brjálæslega góða hugmynd og ætla bara að kýla á það en vantar pening í vöruþróun. Hvernig metið það? Hvernig gerið þetta? Þetta svona tímabilið það sem bara brjálað að gera en það ekkert að ske. Það ekkert mælanlegt, þið geta ekkert mælni, það engin árangur til þess að mæla. Þannig að þið getur svo illa gert ykkur að mælstón á þessu stigi. Þannig ég held að það sé rosalega gott fyrir ykkur að fá svona snapshot af hvernig þetta bara frá byrjun. Hvernig svona fyrirtæki fjármagna sig. Þannig þið sjáu þarna, þið skoðu þessa mynd, þetta pre-funding og það tekið reynda bara 2 founderar þarna. Okkar reynsla að þeir eru yfirleitt fleiri, 2 til 4 og við veðjum mikið á sterkt founding teymi eins og Magnús Ingi fór yfir. Það skiptir, þetta snýst allt fólkið. Þannig að við lítum mjög mikið til þess. Og þeir skipta bara á milli sín. Svo kemur þarna pre-seed round, fíblað Magnús Ingi og segir bara, vá, mér líkar við þetta og ákveður að fjárfesta. Og yfirleitt þarna sjáum við að það 15% og verðmæti 1 milljón, þetta evrur, postmoney og hann kemur inn oft á þessu, þá ekkert endilega peningur, hann getur líka fengið optionpakka, hann kemur með vinnu, tengslanett og fær hluti í fyrirtækinu á móti. Það skiptir, það rosa mikið virði fyrir félögin að fá einhvern eins sem getur tengtu við bara viðskiptavinni, framleiðendur, markaðinn, aðra fjárfesta. Þetta oft það sem vantar og þessi ekstra reynsla sem skiptir ofboðslega miklu máli. Svo þetta, ég tók bara þarna seed og series A, B, þetta eru sem sagt rándin sem yfirleitt fyrirtæki fara í. Og ég gerði aðra glæru bara til að sjá, og þetta alltaf þetta með verðmætið. Þú getur ekkert sagt, hvernig getur þú látið eitthvað verðmið á eitthvað fyrirtæki sem ekkert komið. Og í raun ertu bara að kaupa hluti fyrirtæki fyrir verð. Þetta hefur ekkert með virði félagsins að gera. Það kemur ekkert í ljós fyrir seinna. Þess vegna fannst mér svolítið áhugavert, ég reikna út frá fyrri glæru hvað þetta þýddi. Fyrsta englafjárfestingin hjá Magnús Inga fyrir 150.000 evrur og ég bara þynnti það alveg út eftir síðustu fjármögnun sem í B. Þá virði hans, þessi 150.000 evrur, 3,9 milljónir evra sem 2500%
ávöxtun. Það nú ágætt, myndi ég segja. Þess vegna svo fólk oft svo fast í prósentunni. Þetta snýst ekki hvort stóra prósent í félaginu, þetta snýst virði sem við getum gert og það við trú á hægt að gera. Og varðandi virði líka, virði verður til í vegferðinni. Og vegferðin eins og Einar fór svo vel inn á, það gerist með fólkinu sem í teiminu. Virðið verður til með þrautseigju og halda áfram. Þá gerist það. Það verður vegferðin öll. Svo tók ég bara þarna eins og þið sjáið að prósentnar leið og það komið í stærri fjármagnanir, þá minni ROI eða ávöxtun, en að sama skapi þá náttúrulega verið að borga hærra verð, það styttri tími og framvegis. Og eignarhaldið að loknu síðustu fjármögnun og yfirleitt þetta fjármögnun áður en að félagið selt, að saman öðru félagi fer á markað, þannig að þá ættir að vera þessi sem að fjárfesta þarna reikna yfirleitt með 3-5 sinnum margfaldar á sína fjárfestingu, þannig að það mjög mikið inni ennþá þarna. Eftir þetta, þannig að þetta lítur mjög vel út. Ég setti hérna bara til hliðar funding stage, þannig að þið getið séð hvað þið verið að gera á hverju stigi. Það í raun ekki þetta verðmeta, hefðbundið verðmat fyrir í svona Series A. Þá komið svona eitthvað tekjumódel og það hægt að reikna sig eitthvað inn í þetta. En þetta mjög hreyfanlegt og breytist af frá degi, þetta oft mikið tækni og þannig að þetta snýst teimi númer 1, 2 og 3. Ég ætti kannski að kalla þess að glæra eitthvað annað. Ég búin að vera að sýna ykkur 2600% ávöxtun, af hverju að fjárfesta í nýsköpun. En þið sjáu, þetta svolítið áhugavert að fylgnin í nýsköpun bara 0,04% við markaðinn, sem sagt S&P 500. Þannig að það verður ykkur rosalega hreyfing á markaði, þá hefur það bara óverulega áhrif á þennan eignaflokk, sem mjög áhugavert. Og samaskapið með ávöxtunina, þið sjáu þarna að hún 13,38%, sem bara svipað á hlutabréfum. Bara þetta ekki borðleggjandi? Af hverju svona erfitt að fá fjármagn í nýsköpun? Ég meina, ef þið sjáu þetta, þá segir bara þetta bara gefið, auðvitað gerum við þetta. Það þetta með áhættuna. Og þessi meðaltöl, að það tölurnar í fyrri glærum, þetta bara meðaltöl. Þetta svo bænari, það bara annarkvæmt tekst þetta eða ekki yfirleitt. Þú ert með, heitu fötuna og köldu, en að meðaltali þetta volt. Þannig að áhættan á þessu stigi óbáslega há. Og allir fjárfestar áhættufælnir. Þeir bara mismikið áhættufælnir. Þeir tilbúnir að taka meira áhættu fyrir hærri ávöxtun. Og þetta eins og við sjáum þarna að standard deviation af frávikin sem sagt 134% í nýsköpun, að fjárfesta, sjóðir fjárfesta, meðan að það 16% bara á S&P 500. Þannig að þetta rosalega mikil áhætta og það hefur verið vandamáli með það að fjárfesta þessum eignaflokki og þá sérstaklega fyrir fagfjárfesta eins og til dæmis lífeyrissjóðina. Þeir hafa verið hræddir við þennan eignaflokk. En núna, eins og Einar var að segja, það gleðilegt að það eru komin 3 nýju sjóðir sem að fjárfesta og komið 13 milljarðar sem að fara í þennan eignaflokk. Þannig að eins gott að okkur takist vel til. Ég vildi setja þarna upp, þetta eru semst útgöngur sem að gera svona gæðastimpil á fyrirtæki frá Norðurlöndum og við á Íslandi erum að fá að fylgja með í þessu. Og þetta við finnum alveg fyrir þessu hjá okkur og fyrirtækjum hjá okkur. Það miklu meiri áhugi á það. Þannig að þessar útgöngur að gera okkur rosalega gott heima. Það komið þessi tækni fyrirtæki frá Norðurlöndum. Og það þú ert í Ameríku, þetta bara eitt fyrirtæki, eitt land, það bara Norðurlöndin. Þeir ekkert að gera Danmörk, Noregur, Ísland. Þannig að það rosalega gott fyrir okkur. Ef við förum á Íslandi, þetta eru sérst útgöngurnar sem eru búin að vera. Mér finnst þetta bara alveg magnað, þetta sé búið að ná að vaksa þetta mikið og eiga þessu útgöngu með við það hefur bara verið tiltölulega ekkert fjármagn í vaxtafjármögnun. Þannig þessi fyrirtæki hafa bara einhvern veginn fjármagnað sig sjálf með vinum, vandamönnum og fíflum í raun, vegna þess að það hefur rosa erfitt aðgengi að fjármagni. Þannig að það sem að gerast að fyrirtækin í raun að selja sig áður en þau fara í round B. Þannig að þau missa það og það sem svo ánægilegt, það að koma peningur í vaxtafjármögnun,
þá erum við ná að fylgja fyrirtækjunum miklu lengur, sem líka áhugaverða fyrir alla engla, að þeir sjá að þeir geta ávaxtað og verið lengur með félögum að fá svona sterka fjárfesta með sér í hluthafahópinn. Þannig að ég setti bara myndina hérna upp þannig að ég geti séð svona hvernig landslagið hérna á Íslandi. Það er 3F-in og ég verð að segja það að ég sé fyrirtæki sem eru að koma til okkar og pitcha með hugmyndir, það er veruleg breyting á bara síðustu 6 árum, bara allt annað, það er miklu faglegra, þau eru með það bara, ég verð að segja það sem er að vera að gera núna, hérna með Startup Reykjavík, Klak, Innovate, allt þetta hjálpar alveg óbáslega mikið. Og við erum að vinna mikið með til dæmis hinum sjóðunum, nýsköpunarsjóði, Eyrir Invest, við erum að vinna mikið með Magnús Inga og Brunnur er tiltölulega nýr, hann kom á sama tíma, við erum ekki unnið með þeim áður sko, en ég reikna með að þessi sjóðir muni vinna tiltölulega mikið saman til þess að ná fyrirtækjunum alla leið. Og það sem að gerist þarna það kemur svona aukastig á Íslandi, ég bætti hérna við svona post-seed. Það var ekki á fyrirglærunni, en það er svona millifjármögnir hérna heima áður en að það fari í alvöru vaxtafjármögnun. Það sem við gerum þá, við komum yfirleitt inn í fyrirtækin og erum með því 1-2 ár og svo reynum við að fara í vaxtafjármögnun og fá erlenda sjóð með okkur. Men þess að við erum bara generalistar hérna heima, við getum ekki verið bara í fintech eða edtech eða við þurfum bara að horfa á allt sviðið. Og þá er það okkar tilgangur að finna sjóð sem er með sérþekkingu á því sviði, eins og við höfum gert til dæmis í Infomentor, sem við höfum gert í Menika, þá fáum við sjóðinn sem að hafa sérþekkingu á þessu sviði. Og það hefur bara verið rosalega gott að vinna svoleiðis. Og þá taka þeir félögin áfram. Og það sem ég verið að segja hérna tækifærin í þessum eignaflokki, að við sjáum það að frumkvöðlarnir er að vera miklu reyndar, þeir kynna sér hlutina betur, þeir vita betur hvað er að gera, miklu sterkari teymi. Englanettið er líka að styrkjast. Þeir koma, við sjáum að mikið af frumkvöðlum sem hafa farið út, byggt upp fyrirtæki, selt, þeir koma tilbaka, þeir eru að fjárfesta eins og Magnús Ingi og margir aðrir, þeir koma og þeir komi miklu meira en peningana. Þeir koma með þekkinguna, þeir koma með reynsluna og þeir koma ekki síst með tengslanettið. Og við vinnum með þó nokkuð mörgum af þeim og þetta er bara frábær samstarf, ég verð að segja það. Og ekki að þú ert hérna Magnús Ingi, en það er bara svoleiðis. Og það sem ég var að segja áðan með aðgengi að vaxtafjármagni, ég tel að það bara skiptir algjörlega sköpum og sjóðirnir hérna heima eiga svolítið langt í land líka með að verða faglegri, vinna betur, vinna proaktífri með að tengjast öðrum sjóðum, taka þetta svolítið harðari tökum, en það er verið að vinna mikið í því. Tæknin hefur líka gert það að aðgengi að markaði miklu betur en áður. Þá sem á Íslandi þá bara erum við með aðgang bara að alþjóðamarkaði, en við sjáum það að teymin hérna heima eru rosalega tæknileg, þau eru tækniteymi og yfirleitt er veikipunktinu sölu og markaðsstarf. Og það yfirleitt kemur þegar við erum að fá annað fjárfesti með okkur, þá er það til þess að efla sölu og markaðsstarf sem er yfirleitt á þeim markaði sem félögin eru að fara á og þá eru þau með sölu og markaðsskrifstofu og ráða þá fólk sem er í þeim löndum til þess að vinna það starf. Aukin þekking fagaðila og þetta sjáum við líka mjög mikið að það er að koma miklu meiri þekking á þessum eignaflokki bæði, þá er að tala um fagaðila, þá er að tala um lögfræðinga, endurskoðendur og þetta stuðningsumhverfi sem að þið þurfa að fá þegar verið að gera samninga og allt þetta. Þetta er alltaf, það er að koma miklu meiri þekking í þetta. Ég veit ekki alveg hvað ég get sagt nýsköpunarvænt umhverfi með gjaldeyrisöftin, með krónuna, með vaxtastigið hérna. En að samaskapi það er líka nýsköpunarvænt að mjög miklu leyti. Það er mikið að stuðningsneti hérna, það er verið að gera mikið fyrir nýsköpunarfyrirtæki, það er verið að greiða tilbaka rannsókn og þróunarstyrk og alls konar hluti. Þannig að það er mjög farsælt tel ég að stofna hérna fyrirtæki og byrja. Aðeins þetta sem ég sagði áðan, varðandi Nordic Mate, þetta brand, það er að koma svona mikið virði í því að vera fyrirtæki hérna á Norðurlöndum og eins og þið sjáu þarna þá hafa Norðurlöndin hlutfallslega getið af sér flest milljarðafyrirtæki með höfuðtölu. Ísland náttúrulega alltaf mjög gott með höfuðtölu. Þannig að hérna, og þið sjáu þarna það er verið að sækja í fjárfestingar í sprotafyrirtæki.
Og við finnum líka fyrir því að það er verið að fylgjast með eignasafninu hjá okkur. Það er oft hringt í okkur, spurt út í fyrirtækin og það er mikill áhugi. Og fyrirtækin eru þekkt fyrir bara framúrskarandi tækni og sveigjanleika og góð teymi. Það er þetta, mæta ekkert á fundina með lögfræðingarna og allt þetta. Það er bara eitthvað svona viss traust ennþá og heiðarleiki í gangi og fólk metur það mjög mikils. Og með því að fjárfesta, þetta er svolítið, ég finn það bara hjá okkur, við höfum rosalega mikla trú á þessu og teljum að sé mikið tækifæri. Við erum að fjárfesta líka persónulega í sjóðnum, ég og Eggert, við setjum okkar eigin pening í þetta og við erum í raun að festa okkur í 7-10 ár og við höfum mikla trú á þessu og við stefnum á að fjárfesta í svona 8-10 fyrirtækjum á næstu 4 árum og fylgja þeim eftir. Þannig bara takk fyrir mig og ef það eru einhverjar spurningar þá bara komið þið.